Fjallað umhverfis- og auðlindamál. Gott kvöld, góðir áhorfendur. Hvert stefnir Ísland í nýtingu orkuauðlinda og hversu mikla orku eigum við í fallvötnum og jarðvarma? Hvernig eigum við að nýta orkuna og erum við að ganga of hratt á þessar auðlindir? Hverjir eiga náttúruauðlindir landsins og hverjir mega ráðstafa þeim? Hvað viljum við vernda í náttúru Íslands og hvar liggja mörkin milli nýtingar lands og verndunar? Við ætlum að fjalla þetta í kvöld meðal annars. Ræðum líka verðmætin í náttúru Íslands og spyrjum hvað við getum gert til þess að efla íslenska ferðaþjónustu. Þau Þóra Ellen Þórhallsdóttir, prófessor í grasafræði og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisfræðingur, verða með mér í þessum þætti. Og eftir stuttastund mæta þeir hingað Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og Andri Snær Magnason. Og svo eru hér áhorfendur í sal og hver veit nema þau blandi sér í umræðurnar. Ríki og Þóra, velkomin. Takk. Byrjum bara á þessu áhyggjuefni sem að merkir hafa hvort það sé mikil ásókn í náttúruauðlindir okkar. Já, það er það svo sannarlega. Það má kannski segja svona, ef við byrjum á því að líta á stóru myndina, svona alþjóðlega séð að aukin fólksfjöldi í heiminum og aukin neysla hafi í för með sér svona fyrst og fremst tvær afleiðingar og önnur er það sem að við svona sameiginlega köllum mengun og hitt er þessi gríðarlega aukna ásókn í náttúruauðlindirnar og þá sérstaklega kannski endurnýjanlegar auðlindir, það sem við köllum endurnýjanlegar auðlindir, það er til dæmis fiskurinn í hafinu, það er ferskvatnið okkar, það er líffræðilegur fjölbreytileiki, skógarnir okkar, jarðvegsauðlindin og þar fram eftir göttunum. Og bara til að gefa kannski 2-3 örstutt dæmi stærðina á þessu að sem dæmi má nefna að 75% fiska í hafinu eru veiddir af því sem kallast viðhaldsgeta eða ofnýttir í dag. Þessi tala var 5% árið 1960. 60% af öllum stórum ám í heiminum hafa verið annaðhvort virkjaðar til þess að nota þær vatni til áveiti í landbúnaði eða til virkjana eða annars slíks. Þannig að þetta eru stórar tölur umfangsmiklar breytingar sem hafa orðið, sérstaklega síðustu 50 árum. En ástæðan fyrir því að þetta er áhyggjuefni er náttúrulega svo að maðurinn er bara í öllum grundvallaratriðum háður náttúrunni, háður vistkerfum afkomu sína og velferð. Hann er háður fyrir mat, fyrir skjól, fyrir öryggi og síðan er svona ákveðið upplifunargildi náttúrulega sem að við nýtum af náttúrunni. Við munum náttúrulega ræða þetta betur eftir. Við þurfum að staldra við. Já, ég held og það er það sem við erum að gera. Já, ég held að það mikilvægasta er að á sama tíma og við reynum að okkar nýting þarf að fullnægja kröfum samtímans, þá megum við ekki nýta á þann hátt að það skerði möguleika komandi kynslóða til þess að fullnægja sínum þörfum. Og þetta er náttúrulega bara stefið sjálfbær þróun og ég tel að þetta sé kannski eitt af mikilvægasta sem að við þurfum að huga að og hafa svona í grunninn í allri stefnumótun og ákvarðanatöku þegar kemur að umhverfis- og auðlindamálum. En Þóra, hvaða ákvarðanir blasa við okkur Íslendingum varðandi nýtingu og varðandi verndun auðlinda okkar? Já, það góða er að við eigum nefnilega val. Við eigum valkosti og ég held rýmri og kannski fleiri valkosti heldur en flesta þjóðir eiga. Við erum fámenn, við búum í stóru landi, við eigum bara talsvert landrými eftir ónýtt. Við eigum náttúru sem að hluta til er lítt snortin, stórkostlegt landslag, einhver mestu víðerni sem að eftir er í Evrópu. Náttúru sem að er reyndar bæði gjöful og erfið. Síðan eigum við mikla orku, bæði í fallvötnum og í jarðhita og við eigum þessa valkosti. Hvernig ætlum við að nýta þessar auðlindir? Hvort sem að við meðvita svörum þessum spurningum út frá hinu stóra samhengi á næstu áratugum að verða ákvarðanir að verða teknar, hvort sem að þær verða teknar með yfirsýn
og langtíma stefnumótun eða ekki, þær muni taka sig, þær verða teknar. En við þurfum að móta þessa sýn, við þurfum að móta þessa framtíðarsýn og helst strax. Já, en það er ekki seinna vænna vegna þess að sumir valkostir fara með öðrum en aðri gera það alls ekki. Sumar ákvarðanir sem við tökum geta verið afturkræfar, aðrar eru það alls ekki. Eftir augnablik setjast hjá okkur þeir Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar og Andri Snær Magnason, rithöfundur, en við skulum fyrst heyra í Stefáni Arnórssyni jarðfræðingi sem heldur því fram að verið sé að villa fyrir fólki og telur að við séum að ganga of hratt á orkuauðlindir okkar. Við byrjum á að heyra skilgreiningans á því hins vegar hvað endurnýjanleg orka er. Endurnýjanleg auðlind svo auðlind sem endurnýja sig jafnhratt eða hraðar heldur hún nýtt. Eins og til dæmis vindorkan, sjávarföllin eða beinsólarorka. Það kannski með beina sólarorku að þegar nótt þá ekki neitt, en við vitum það að hún endurnýja sig daglega. Ef við förum þá í pínlítið lengra, við getum líka kalla við endurnýjanlega auðlind því að það kannski frá 20 upp í 100 ár sem að tré að vaxa og við getum að rækta skóga og þannig þetta svona okkar tímaskala endurnýjanleg auðlind. En sú auðlind sem að nálgast að algjörlega að vera endanleg eða óendurnýjanleg, það sú orkulind sem að eyðist eftir því sem af henni tekið og raunar gildir þetta allar auðlindir jarðar, það sama. En jarðhitinn, það má alveg segja sem svo að hann sé endurnýjanleg auðlind ef menn nýta sjálfreynslu úr hver. Þá endurnýja það sig sjálft aftur. En leið og maður fer í umtalsverða vinnslu og það það sem flestir að tala þá endurnýjun nánast engin. Miðað við það sem að af tekið. 1985 kom skýrsla út eftir Orkustofnun sem sagði að við getum virkjað 3500 megawatt, það var ágiskunin, og þá endist auðlindin í 50 ár. Svo kom út skýrsla frá hinni nýju Orkustofnun 2009 og þá kom nýtt mat, rúmlega 4200 megawatt ágiskuð stærð auðlindarinnar ef á ná endast í 50 ár, en ef þið viljið hún endist í 100 ár, já þá bara deilið þessa tölu með 2 og ef þið viljið hún endist í 300 ár, þá deilið þið bara í það með 6. Og ef við ætlum að láta háhitann samkvæmt þessari ágiskunarstærð endast í 300 ár fyrir raforkuframleiðslu, þá getum við virkað upp á 700 megawatt og þá erum við að gera það mjög mörgum svæðum, öllum svæðunum. Það það sem við erum að tala Það jarðhitaiðnaðurinn sem að fá þetta viðurkennt sem endurnýjanlega auðlind. Ég get ekki betur síðan að sé þannig. Og af hverju? Það svo miklu peningar. Það verið að skruma og plata fólk. Þetta í mínum augum kannski eðli viðskipta, þau eru ekki eins og það eiga að vera, en þetta aldrei eðli raunvísindanna. Hjá þeim eins og Haraldur Sigurðsson sagði daginn í útvarpinu í mann rétt, þá í þeirra augum til bara einn sannleikur og menn alltaf að reyna að leita á hann. Við eigum ekki að virkja jarðhitann stórt, við eigum ekki að virkja hann fyrir stóriðju, við eigum að virkja háhitann til fjölnótkunnar. Eins og til dæmis gert í Svartsengi. Þar raforkuframleiðsla til þess að nýta hreyfiorkuna í gufunni. Það hitað upp ferskvatn fyrir húshitun og svo það Bláa lónið. Og Bláa lónið skaffa langflest störf. Þegar að menn eru að nýta afgangsheittavatn, mér sagt að sé 200 yfir 200 störf, sem að flestir henda. Þetta áherslan sem að við að hafa alveg hiklaust. Núverandi ríkisstjórn veit ég, það stendur einhvers staðar í þeirra sáttmála að þeir leggja áherslu á sjálfbærni og ég veit að ég erindisbréfi til verkefnastjórnar rammaáætlun, þá áttum við að leggja áherslu á sjálfbærni. Og ég ætla að vona það að það veri gert. Mitt viðhorf þetta að við þurfum að ná sátt eða ná samstöðu hvað við viljum gera
og það felur ekki í sér að leiða saman hagsmunaaðila. Það felur í sér að nota þekkingu. Hörður og Andri, velkomnir. Hörður, það verið að skruma, það verið að plata og hann segir hreinlega að við séum að ganga svo hratt á þessar auðlindir okkar að þetta líkist frekar námuvinnslu og sé raunverulega ekki sjálfbær nýting. Þetta eru hörð orð sem að Stefán lætur falla. Það nú að skipta skoðun þetta mál. Hver þín skoðun? Taka það skipt fram að við Stefán þekkjumst mjög vel og hérna ræðum þessu mál og erum ekkert mjög ósómara. Við erum sérstaklega sammála það að það þarf að fara mjög varlega. Það þarf þetta heilmikil óvissa sem fylgir vinnslu á jarðhita og með þurfa að varast mjög að ofmetan í byrjun og fara varlega. Þannig ég algjörlega sammála þeirri nálgun Stefáns. En þú upplifir hættuna og hann tala mjög hreint út þetta ofmat, þetta eru ágiskanir, það ekki hlustað á orð fræðimanna. Þetta það sem blasir við þér þegar þú ert að meta þetta? Fræðiminn ekki alveg sammála, ég taka það kannski skipt fram, en hérna ég held að það þurfa að fara varlega í þessu og hérna það betra að fara sérstaklega viðskiptalega séð að þá er mjög hættulegt að lofa upp jarminn á sér, því að það getur reynst manni mjög dýrt. Þannig að viðskiptalega séð þá þurfa menn að fara mjög varlega í nýtingu á jarðhita. Andri, hvernig bregst þú við þessu? Þetta kannski það sem við höfum oft verið að tala síðustu ári í rauninni að það hefur verið í rauninni bæði vatnsaflið og jarðvarminn að menn hafa lagt fram einhverja tölur 1000 megawatt, 500 megawatt og svo hafa stjórnmálamenn bara tekið við þessum tölum og sagt já, það er sama sem eitt álver og nánast ætlaði að ganga til samninga á einhverju slíku og það er jafnvel á svæðum sem hafa ekki einu sinni verið rannsökuð og það er í rauninni það sem hefur verið brýnast í þessum málaflokki er að fá tölurnar út úr útópíunni. Ég get alveg sagt að vinnanlegt kjöt í þessum sal sé 50 tonn og það sé bara tæknilega nýtanlegt en við hefum bara eftir að ganga frá svona smáatriðum. Samkomulagi við fólkið. Já. Og barnabörnin og þetta hefur verið á skrýtnu útópísku plani sem er mjög óhollt vegna þess að þá fer fólk að ímynda sér einhvern ramma og verðmæti sem að standa síðan enga skoðun þegar við allt í einu rekumst á þessar hindranir eins og hann er að benda á. Stefáns, hann sagði annað líka, hann nefndi það að það ætti að virkja jarðhitann fyrir fjölnýtingu og þetta er nú svo stefna sem var fylgt til dæmis af Orkuveitu Reykjavíkur hérna lengi vel, getum við sagt. Hvað finnst þér þetta, Hörður? Ég held að það sé mjög áhugavert að leita eins mikið að því og mögulegt er. Það hefur verið vandamál að finna aðila sem eru tilbúnir að taka við varmanum eftir að búið að framleiða raforkuna. Málið í iðnaðarferlum að þá mikil varmi almennt. Varmi ekki svona mjög takmörkuð auðlind en ég alveg sammála því að leita leiða eins mikið og mögulegt er að vera í fjölnýtingu. Það leiðir þá líka af sér held ég óhjákvæmilega að frekari uppbygging á nýtingu jarðhita hún verður stærðargráðum hægari heldur en hún hefur verið undanfarin ár. Já, það gerir líka það verkum að raforkuverðið sem þarf að fást og það þarf að vera þá hærra. Þú getur líka nálgast á þeirri átt og sagt að ef þú fær sem ekki fjölnýtingu þá þarftu hærra verð til þess að réttlæta virkjunina eingöngu út úr raforkuframleiðslu. En því meiri fjölnýting sem við náum, því betra. En bara út frá svona sjálfbærni hugtakinu, er það ekki rétt að ef að eingöngu gufan notuð til raforkuframleiðslu þá þetta orkunýtingu upp á kannski 10–15%? Jú, svona 15% talið. Hugmyndir Landsvirkjunar stækkun þegar við talaðum helmingsaukningu á næstu árum, næstu 10 árum og þá bara vaknar svo spurning hvernig ætlið að fara að því? Og kannski í hvað á orkan að fara, það kannski spurningum með tveim. Fyrstulega verður ekki virka nema séu kaupendur sem eru tilbúinir að borga nægilega gott verð og sem eru tilbúinir að byggja upp á svæðinu. Þetta náttúrulega samblanda vatnsafli og jarðvarma. Við erum að tala um jarðvarma, þá erum við að senda að skoða Norðausturland þar sem við erum með 3 mjög áhugaverð svæði undir. Þar hefur komið mjög skýrt fram hjá okkur að við munum byggja það upp í skrefum. Nefndu þau svæði? Það sem Bjarnarflag, það Krafla og það Þeistareykir. Síðan 4. svæði sem Gjástykki sem umdeilt. Við erum ekki með þeim inn í áformum okkar núna.
En þessi 3 svæði sem eru mjög nálægt hvor öðrum eru öll mjög áhugaverð. Fræðilega telja menn að það sé hægt að ná þar 400 megavöttum með að við núverandi þekkingu á svæðinu. Því það er sem verulega óvissa sem í því. Við hefum þess vegna sagt að við viljum byggja upp svæðið í áföngum. Við hefum sagt að við erum núna með 100 megavött og teljum að við gætum hendað okkur að taka svona 100–150 megavatta skref og síðan að sjá til hvernig svæðið bregst við. Og við hefum sagt það mjög skýrt við okkar viðmælendur að það sé algjörlega háð þess að við getum ekki skuldbundið okkur fyrir meira en það sem við höfum í dag. Þannig að við erum algjörlega meðvituð þessi varnaðarorð Stefáns. Önnur svæði sem við erum með í skoðun, við erum að vinna þó nokkuð mikið í neðri Þjórsá og í Búðarháls sérstaklega. Þar sem við núna erum bara í framkvæmdum. Við höfum verið að undirbúa virkjanir neðri Þjórsá. Við erum ekki með virkjanarleyfi þar og þau svæði eru líka umdeild. En síðan erum við líka að vinna mjög mikið í núverandi virkjunum. Við sjáum fyrir okkur möguleika að auka vinnslu í ýmsum virkjunum sem við erum með í dag, með breyttri hönnun, með auknu rennsli sem við erum að sjá. Virkjanir eins og Búrfell, Blanda, Sultartangi, Kárahnjúkar bjóða öll upp á tækifæri og við munum vonandi núna í árslokin sjá ákveðna fyrstu niðurstöður möguleika á þeim svæðum. Og síðan erum við að sjálfsögðu að rannsaka svæði út allt land. En ef að, svo ég endurtaki spurningarna frá því áðan, ég veit að þetta þarftu kaupendur til þess að geta sett orkuna til, en ef að þessu aukning á að verða, hvað sjáu þið fyrir ykkur, í hvað á hún að fara? Í hvað á að nota hana? Við höfum verið að stórefla markaðsstarf Landsvirkjunar og erum að breyta fyrirtækinu frá því að vera kannski núna framkvæmdadrifið fyrirtæki yfir að vera markaðsdrifið fyrirtæki. Við erum núna að vinna með okkar ráðgjöfum hvaða inngreinar eru sérstaklega áhugaverðar og það eru ýmsar inngreinar sem að kannski sáu sér ekki hag í því að setja upp starfsemi á Íslandi fyrir 10 árum síðan sem við teljum að sjáu sér hagið í dag. Andri, bara það að við horfum upp á það að 72% orkunar fer núna í álbræðslu. Hvernig hægt með að við ásóknina og kannski það að þetta eru kannski auðveldustu viðskiptavinir ef við getum orðað þannig. Hvernig hægt að beita sér í aðra átt vegna þess að við erum að ná einhverja hámarksnýtingu og hámarksverði og þetta markaðsdrifið fyrirtæki eins og hann segir. Við erum að ná hámarkságóða. Svona kjarni málsins ef við horfum til framtíðar að þá erum við í rauninni komin svona nánast á endan, svona mjög fyrirsjáanlegan endan. Og ef mann líti á verktaka og virkjuna bransan sem svona atvinnustarfsemi þá ef hann rekst ekki á vegg núna eða eftir 5 ára, eftir 10 ára, það kemur að því að það koma náttúruleg mörk fyrir hvernig mann bara geta ekki haldið áfram. Þú ert að sjá það innan bara nánustu framtíðar? Ef Landsvirkjun ætlar að tvöfalda sig og svo náttúrulega HS Orka og Orkuveita Reykjavíkur líka á skerinu að vinna að í vatnsafli það sem eftir og þá erum við með Skjálfandafljót, með Jökulsárnar í Skagafirði, með Markarfljót og með Skaftárvötnunum og með neðri Þjórsá, með öllum þessum vötnum, þá ekki nema cirka 10 teravattstundir eftir, sem minna heldur en Landsvirkjun framleiðir núna, sem svona cirka 2 Kárahnjúkavirkjanir. En þá erum við að full klára í rauninni þessi stóru jökulsár sem við eigum. Þú ætti að segja að virkjunarkostirnir eru úr sögunni, við erum búnir með þá. Ég að segja að það ekkert mikið rými til að leika sér. Það ekki eins og við getum sett einhverja leikreglur samkeppni eða uppspretti fullt af fyrirtækjum og starfi í Landsvirkjun, það bara ekki meira pláss. Og við þurfum í rauninni bara, en vandinn sá og stóra vandamálið í leikreglunum. Að nákvæmlega eins og þið farin í bæ, þá sjáu þið kannski fallegt hús, bara yndislegt timburhús sem að bara smell passar í götumyndina og bara allt í fína lagi með það. Í næstu götu hreysi, nákvæmlega hús byggt á sama tíma og vandinn á bak við það hús að það ósýnileg hönd, dauð hönd sem hvílir á húsinu. Það ekki fátæklingur sem á hreysið. Það yfirleitt auðmaður eða banki eða verktakafyrirtæki sem á hreysið. Vegna þess að það búið að búa til, vegna þess að húsið ekki lengur hús, heldur það vannýtt deiliskipulag. Það sem sagt, það í rauninni lóð fyrir blokk. Og mér langaði til þess að eignast húsið, jafnvel þótt Þórbergur Þórðarsson hefði búið þar. Ég gæti það ekki vegna þess að ég þyrfti að borga fyrir byggingarétti heilli blokk. Og þú ert að yfirfæra þetta yfir á náttúrulega landsins og það búið til nákvæmlega sömu reglu
fyrir náttúru Íslands að það er búið að afhenda landeigundum og hreppum einstök lög sem eru mjög ólík því sem gerist í nágrannlöndunum, mjög ólík því sem gerist í Noregi. Þannig að þú átt bara þinn bút af fallhæð. Ef Jökulsá rennur á þínu landi, þá er komið inn í verð landsins fallhæð vass í landinu. Þannig að maður fara í eignarhaldið og eftir. Já, en það mun leiða til þess í rauninni að ef það er friðað, þá fara menn fram á skaðabætur fyrir að friða. En bara þetta þegar þú segir að við séum að nálgast endastöðu og hugsanlega komin á endastöðu og það blasir þá við þér, Hörður, að bara þú sem Íslendingur og burtséð frá þeim hagsmunum sem þú starfa fyrir, þú hlýtur að horfa á það með þeim augum, eða sérðu fyrir þér bara í þínu starfi næstu 2 árin, þá ætlur að virkja allt sem að þú virkja getur? Ég fyrst vil segja, ég er alveg sammála andra að það, auðlindin er takmörkuð og það er kannski hlutur sem við höfum verið að halda því mjög stíft fram á þessu ári og að orkuauðlindin er takmörkuð og sérstóð okkar kannski meira, við erum mjög fá. Ég held að ég er kannski ekki alveg sammála á tölunum í andra, var þetta 10 teravattstundir, ég held að sé okkur skoðun að sé meira, en það breytir því ekki að þetta er takmörkuð auðlind og við höfum frekar að nálgast þetta út frá að sé takmarkaðari en hún er. Því að við getum alltaf tekið ákvörðun að gera þess meira, en það er mjög erfitt ef við aftur á móti semjum þannig að við séum búin að semja meira en við höfum aðgang að. En miðað við það, það ásókn, það er verið að sækjast mikið eftir raforku frá Landsvirkjun. Og hvernig getið þið stoppað það að því að þú skýrir eða lýsir einhver sem markaðsstýrandi fyrirtæki, þið ætlið að selja og þið ætlið að útvega orku og síðan verður einhvern tímann stopp. Ætlið þið að í rauninni að gera það þannig úr garði að eftir 10, 15 eða 20 ár þá hefur fyrirtækið ekkert meira að selja? Það er mjög líklegt, ef maður verður mikil tækniþróun, það er mjög líklegt að virkjanakostir, þessi hefðbundnu virkjanakostir næstu 20 árum klárist. Það er mjög líklegt. En samt er orkan til staðar, sem þetta er endurnýjanleg orka. Það er búið ráðstafinn og seljuna? Já, en samningar losna líka og það er mjög mikilvægt að þeir samningar sem eru gerðir að þeir séu þannig að það sé mögulegt að þeir taki enda. En orkukostirnir, þeir taka enda og þetta er takmörkuð auðlind, kannski mun takmarkari heldur en við oft talað um. En þegar þú segir að orkukostirnir verði bara búnir eftir 20 ár, það er óendaleg eftirspurn, það er náttúrulega alltaf eftirspurn eftir meira og meira orku, það vantar orku. En þessar orkuframkvæmdir, þær eru mjög kostnaðarsamar, fyrir náttúru landsins. Og þarna hefur nú legið mjög djúpstæður ágreiningur í íslensku þjóðfélagi og menn hafa talað um að það þurfa að ná sátt. Og þá vil ég spyrja ykkur, hvar finnst ykkur að sáttalínan sé? Eru við komin að henni, eru við komin fram úr henni, eru við megin? Hvar liggur sáttin? Hvað getur hún legið? Hvar gætu þið sæst, þið tveir? Þú byrja. Það tekst hérna. Þetta er lykilspurning af ykkur tveimur. Ef við lítum á þetta bara, þegar menn segja stopp, þá það þýðir ekki að orkan sé ekki lengur til. Að það sem menn hafa gagnrýnt líka er að það virðist vera að svona í fortíðinni hafi Landsvirkjun oft verið nokkuð sátt við að koma út á sléttu, að borga eitthvað niður á 40 árum, á sama tíma og kannski Alcoa stefnir að því að borga niður álverið sitt á 5 árum jafnvel. Bara konum við allt tilbaka á 5 árum. Og hann hefur einmitt talað oft um það að í rauninni virðisaukin, tala ekki um virðisaukin, auðlindarentan, að það er spurning hvar hún á að enda og hún endar núna í rauninni hjá Alcoa og hjá þessum orkufyrirtækjum. Nú er að fljóta upp 10 megavatta, 50 megavatta, 5 megavatta fyrirtæki í Evrópu. Það bara er orðið svo hátt orkuverð að bara ef orkuverð á Íslandi fer að nálgast orkuverð, þó það var ekki nema helmingin á orkuverðinu í Evrópu, að þá ætti Landsvirkjun að vera farin að skila kannski 70 milljarða hagnaði ári til þjóðarinnar án þess að virkja 1 megavatt í viðbúnd. Og það er það sem við erum alltaf að rugla í umræðinni, er að það er eins og við núllstillum alltaf. Við erum búin að virkja og það bara má ekkert gera. Og svo virkjum við meira og það bara má ekkert gera. Við núllstillum alltaf og núna erum við komið 5 sinnum meira
og það bara má ekkert virkja meir. Það eins og þetta sé hít sem þú fyllir aldrei. En ef við horfum bara á það sem við eigum og höfum gert nú þegar og horfum á orkupunktana í kringum landi, þar sem að línurnar liggja, þar sem að þungin þar sem Straumsvík, þar sem Hvalfjörður, við erum með fyrir austan. Ef við bara förum að planta þar 5 megawatta fyrirtækjum sem fara að rífa kannski 5 og 10 megawatt af álverunum eða eitthvað umfram orkun í kerfinu, þá fyrir við að skapa smám saman samkeppni á þeim stöðum og þá hægt að, þá eru við sem þjóð eða sem Landsvirkjun í stöðu til þess að búa til ástand þannig að þeir hafa ekki öll völdin sín megin. Hvar sér þú sáttaleiðina? Fyrstulega vil ég segja kannski skýrt að Landsvirkjun getur þess vegna hægt að virkja núna. Það er Landsvirkjun ekki að berjast fyrir virkjun á kostum og ekki að berjast fyrir að fá að virkja. Landsvirkjun hefur hins vegar mikinn áhuga að fá að virkja það sem að þjóðin sátt við á virki. Landsvirkjun því stöðugt að gera rannsóknir og leggja grunn að mögulegum virkjunum, en það raun og veru ekki ákvörðun Landsvirkjunar að ákveða hvað virkjað. Og frá okkar bæjardyrum séð þá getum við alveg hægt. En eins og Andri sagði þá þetta gríðarlega verðmæt auðlind ef við horfum fram á veginn og ég sammála Andra að arðsemin sem hefur skilast við þjóðarinnar hefur verið á lág og hlutil hafa líka kannski verið að gerast breytingar núna í Evrópu sérstaklega sem að gera þessa auðlind mjög verðmæta. Þannig að þú tala bara auka verðmæti þess sem við höfum. Já, og það eiginlega meira spurning hvort að þjóðin vill hvað þjóðin setur mörkin, því að þetta getur haft gríðarleg áhrif á lífskjör á Íslandi ef við gerum þetta rétt. Við skulum aðeins ræða eignarhaldi sem að Andri kom nú aðeins inn á áðan. Það ekki öllum ljóst hverjir eiga náttúruauðlindirnar og stundum tölum að þær eigi að vera í eigu þjóðarinnar. En hverjir eiga það raunverulega? Það skýrt og þarf að breyta lögum reglum náttúruauðlindir? Við skulum heyra í Aðalheiði Jóhannsdóttur lögmanni. Þegar við tökum orkuauðlindir á landi, að þá eru jarðhiti og grunnvatn og það aðallega jarðhiti og grunnvatn og reyndar líka jarðefni. Þau eru í eigu þá landeiganda, það þess að sá sem á landið, sá aðili sem á landið, hann á jafnframt þessar orkuauðlindir og landeigandinn getur verið ríkissjóður sem slíkur, þá það ríkiseign, bara venjuleg ríkiseign, það getur verið sveitarfélag og bæði ríkiseignin og eign sveitarfélagsins einkaréttarlegur eignarréttur og það getur líka verið einstaklingur sem á landi og þá á hann jafnframt þessar auðlindir á landi. En það að vísa aðeins öðru sér þegar við komum að vatninu og þar getur eignarrétturinn verið hjá einkaaðila, sveitarfélagi eða ríki. Og þetta alltaf eignarréttur, en þegar við komum að vatni þá skilgreiningin á vatni, samkvæmt vatnalögunum frá 1923 sem enn í gildi. Hún svokölluð jákvæð skilgreiningur þannig að efnið sjálft ekki undirorpið eignarrétti heldur nýtingarréttunum fyrst og fremst. Þegar við tölum við þjóðareign þá tel ég að flestir sem þá vísa til þess að við erum að tala einhverja sameiginlega arfleifð. Við vísum oft í þjóðareignar, við vísum til kannski handrita, menningar, það eitthvað svona sameiginlegt sem gerur okkur að þjóð, sem gerur okkur að Íslendingum, en ég þekki ekki neina lögfræðilega skilgreiningu á því að þjóðareign geti verið eign í einkaréttarlegu tilliti enda uppfyllir þjóðareign ekki þau hugtaksskilyrði sem eign þarf í raun að vera uppfylla svo við getum verið að tala eign. Það til dæmis ekki þetta samband, það þarf að vera alveg sérstakt samband á milli eigandans og þessa verðmætis sem eign, meðal annars þarf eigandinn að hafa ráðstöfunarrétt og hafa möguleika til þess að verja eign sína með því að nota réttarvörslukerfið og svo framvegis. Þjóðareign eins og við notum það í daglegu tali og eins og það notað á hátíðlegum stundum, það uppfyllir ekki þessi skilyrði. En ef það yrði niðurstaðan að náttúruauðlindir og orkuauðlindir yrðu að einhvers konar ríkiseign í nýju stjórnarskrárákvæði sem að ég ekki viss að menn ætli sér að gera, að þá í raun og veru getur það haft í för með sér eigna tilfærslu
frá þá ákveðnum aðilum til ríkisins og þá náttúrulega að greiða skaðabætur. En ég ekki viss að menn hafi þetta endilega í huga og ég held bara að þessar hugmyndir séu bara ekki alveg skýrar. En við virðum fyrir okkur þetta kerfi eins og íslenska kerfið þá erum við með í raun og veru ákveðna tvískiptingu sem endurspeglar í raun og svolítið gamaldags nálgun á umhverfis- og auðlindamál. Við erum annars vegar með svona súlus þar sem aðaláherslan á nýtingu og á réttindi, svo erum við með aðra þar sem áherslan á almannahagsmuni og umhverfisvernd. Og þetta hefur verið mjög lengi þannig hér og aðra þjóðir hafa gengið í gegnum þetta kannski aðeins á undan okkur, þá hef ég í huga nágranna þjóðirna, sérstaklega kannski Noreg og Svíþjóð. En ef við nálgumst alltaf þessar tvær súlur eins og einhverja tvo þætti sem ekki á sömu leið og þá nálgumst við alltaf frá tveimur ólíkum áttum og þá erum við með stöðugan núning á milli réttinda og milli almannahagsmuna. Það sem svo áríðandi að gera, það að horfa á þessi nýtingarmál með verndarmálunum og líta á þetta sem einn málaflokk. Og þá nauðsynlegt að sjá hvernig þetta virkar í kerfi. En svo ég komi að atriðinu sem þú spurður Þú spyr hvort að við höfum einhvers konar reglu sem geti aðstoða okkur við það að nýta ákveðnar auðlindir á sjálfbæran hátt. Og þá þessi sjálfbæra nýting þá bara markmið undir sjálfbæra þróun og það kannski átt að taka það fram hér. Að sjálfbæra þróun gerir ekki ráð fyrir því og þetta þróunar tilvísunin að það verði einhvers konar kyrrstaða og við ætlum eitthvað að hætta að nýta eða menn allir hér að snúa einhvers tímahjól tilbaka. Það alls ekki þannig, við ætlum að halda áfram, við ætlum bara að gera það öðruvísi. Við ætlum að halda áfram að nota orkuauðlindir, við ætlum að búa til verðmæti og verðmætasköpun, atvinnu og svo framvegis, en við ætlum að gera það að þessu annan hátt. En það sem að löggjöfin hefur að mjög takmörkuðu leyti, það svona vendlar. Það að segja að við eigum töluvert í land með að skilgreina hvað við meinum með sjálfbæri þróun eða sjálfbæri nýtingu tiltekinna auðlinda. Og þannig áreiðandi að gera sig grein fyrir því að þannig ekki svona einhver ein regla sem passa fyrir allt, sko, þetta ekki one size fits all. Við þurfum að taka hverja einstu auðlind og skoða sérstaklega og skilgreina, búa til ákveðna ramma í lagateksta og skilgreina í þessu tilviki þegar við erum með þessu auðlind, þá sjálfbær nýting þegar við nýtum hana svona. Við tölum sífellt að auðlindirnar eigi að vera í þjóðareign og það má segja kannski að einhverju leyti sé þetta misskilið hugtak vegna þess að stór hluti þeirra alls ekki í eigu þjóðarinnar, heldur einkaaðila eða sveitarfélag eða hvað. Og ég spyrir bara hver á að eiga það og hvernig hægt að í rauninni að skipta þá arðinum ef við getum ekki gert þetta eða sett það í ríkiseign eins og við oft teljum það ætti að vera. Það mjög erfitt að breyta því að segja hver áðar því það aðeins sem áðar í dag og svo kom fram að það er bara stjórnarskrárvarinn réttur. En þá að segja varðandi arðsemina þá það kannski 4 aðilar sem gera kannski tilkall til arðseminar. Það landeigandinn, það nærsamfélagið, það orkufyrirtækið og það þjóðin. Síðan flækir það aðeins að þjóðin kemur síðan að mörgum stöðum sem landeigandi, orkufyrirtækiseigandi og þjóðin. Við veist einfaldra aðskilja og allir þessi aðilar eiga bara góð og gild rök til umfram arðseminar. Og það mjög nauðsynlegt að fari fram mjög upplýst umræða og það að gera núna því að arðsemin hefur ekki myndast. Þannig að það engin skaði skeður og ræða mjög opinskátt hvernig við viljum skipta arðseminni og það raunverulega hægt að búa til kerfi þannig að arðsemin fari til eins aðila, bara eins aðila. Tiltölulega auðvelt en það náttúrulega ekki rétta leiðin að finna sanngjarnaskiptingu þannig að allir hagnist og myndi sátt. En hvernig sér þetta fyrir þér í útfærslu? Það er náttúrulega stjórnmálamanna að ákveða það. Nei, ég vil fá þína hugmynd. Það eru ýmsar hugmyndir sem hægt að segja að það er náttúrulega ljóst til þess að tryggja það séu framkvæmdir og til þess að séu bara menn séu tilbúin að taka áhættu. Það má ekki gleyma því að það fylgir mikil áhætta uppbyggingum virkjana, sérstaklega jarðhitavirkjana. Að þá þurfa orkufyrirtækið og landeigandinn hafa kannski ákveðin forgangi upphafi meðan arðsemin tiltölulega lág. En síðan eru ákveðin og nokkuð sterk rök fyrir því að þjóðin og nærsamfélagið, og ég legg mikla áherslu líka á nærsamfélagið við virkjanirnar, að það geta í gegnum skattheimtu sem algjörlega lögleg og tíðkast í ýmsum nágrannalöndum okkar tekið til sín umtalsverða hluta. En ég legg áherslu að það mjög mikilvægt að sé gegnsætt og mjög mikilvægt að allir hagnist ef vel gengur. Þá verður sátt.
Þú sammála? Ég sko, bara stóra vandamáli með hvernig búið að búa þetta til að þetta eru held ég lög frá 98 frá svona mjög sérkennilegu tímabil í Íslandssögunni þar sem hann tóku margar skrýtnar ákvarðanir og það er búið að aftengja, sko, við erum ekki lengur þjóð, við erum landeigendur og hreppar og með þess að þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu, þeir eru bara yfirleitt á leigulóðum, þeir eiga ekki neitt, sko, það er bara indjánar. Að það er búið að aftengja, það er búið að gera þannig að múrin er orðin bara eitt þrep og það er ekki eins og múr, það er bara rauður dregill ef þú ert Magma Energy, ef þú ert banki, ef þú ert fjárfestir, ef þú kemur með peninga, það er bara rauður dregill, það er sveitarfélag, kannski 500 manna sveitarfélag, er að búa til deiliskipulag sem næri yfir Eldgjá og bara þessar staði sem eru bara sko, inn í hjarta svona það sem þjóðin telur vera sína sameign. Já, það er ágætt að taka það einmitt sem dæmi vegna þess að þar eru náttúruminjar á heimsmælikvarða, eins og nefnir Eldgjá, Eldhraunið, verðmætt votlendi, mikið vatn. Og hver er það sem á að sko, við erum með svæði sem er líka með fuglategundir sem eru bara einstakar, megnið af held ég, ákveðnum fuglategundum. Og þetta er ekki ríkiseigu, það er það sem þetta snýst Það er hreppurinn sem ákveður og það er mjög athyglisvert að skoða deiliskipulagið þar. Að það er Hólmsá, það er Magma og Suðurorka komið með Búlandsvirkjun sem nær þarna alveg upp undir, erum við með stíflu við Hólaskjól og með eitthvað inntak alveg upp undir Eldgjá. Og þar eru þeir að tala að fara með gröfur og læti áraskeið inn á bara viðkvæmasta, mikilvægasta hjarta bara íslenskrar, sko, hvort sem það er bara sjálfsmyndar eða ferðamennsku, eða bara því sem þjóðin telur nei. En hörðu, það kemur nefnilega ekkert í veg fyrir það að orkufyrirtæki komi bara upp að einhverju heiðarbílnu, það sem einhver einstaklingur á verðmætt land með miklum auðlindum og býður honum stórfé fyrir það og það getur enginn blandað sér í það. Þetta er kannski vandinn, eða ekki? Þetta er ákveðið vandi, en ég taka samt skýrt fram að sko, við getum með þjóðlendulögin að þá hefur ríkið sérstaklega flestar vatnsaflskosti að þar hefur ríkið mjög sterkar stöðu gegn þjóðlendulögin og ríkið er náttúrulega mjög líka landeigandi. En þetta er hins vegar alveg rétt að það vantar gegnsæi oft í leikreglunar og það þarf að hugsa þetta upp á nýtt og margan átt. Er þetta ekki að vissu leyti sanngirnismál eins og þú nefnir, Andri, að 500 manna sveitafélag, við getum alveg nefnt fámennari sveitafélag líka. Er það ekki sanngirnismál að allir Íslendingar hafi eitthvað það að segja hvað sé gert á verðmætum svæðum sem að jafnvel hafa ótvírætt gildi á heimsvísu? En það er líka annað í þessu sem er að með því að leggja þetta á svona litlar einingar, að ef við sjáum bara deiliskipulagið þar er 50 megawatta eða 60 megawatta 150 og svo er mikið raski kringum eina sem er bara 5 í dalnum og maður hugsaður af hverju slepptið ekki þessari 5 megawatta til að halda allavega hálfri sveitinni svona óraskaðri. En hvernig leysum við þetta? Því allir þurfa að fá sitt, sko. Allir þurfa að fá sína. En hvernig leysum við þetta þannig að þetta, hvað ég var að segja, öll þjóðin koma að þessu eða þá við séum ekki brjóta á eignarrétti þessar einstaklinga með einhverju sátt eða sveitafélaga? Sko það er til norsk lög, það er til, við getum prófað að líta á okkur sem þjóð. Við getum alveg prófað að byrja að því að ef við ætlum að sundra okkur inn í einhverja 50 hreppa að það er ekki engin tilnorðin hrepparígur er til að með því að aftengja í rauninni þorra landsmanna frá ákvörðunarvaldinu og setja það hendur peningamanna og landeiganda og síðan er þetta ennþá verra þegar þú kemur bara að einni á að þú býrð kannski við einhverja leirur eða einhverja grinningar og færð alltaf yfir í flóðin. Andri, þú ert ekki að tala um lausnirnar. Ég er ekki að tala um lausnirnar. Nei, sko, ég held að það hljóta að vera einhvers konar, það er hægt að dreifa eignarhaldinu, hvort sem það er yfir hreppa, yfir sýslur, yfir sveitafélag, það er hægt að dreifa. Þú getur líka gert þetta með auðlindagjaldi og auðlindarentu. Láta þá eignarhaldið einhvern veginn liggja á milli hluta. Þú bara skattleggur. En kjarni málsins er sá, getur sko þjóðin sett sér orkustefnu án þess að menn mun alltaf fara í mál
fyrir að neyðast til þess að eiga svo fallegt svæði að það telst vera gersemi á þjóðar eða heimsvísu. Þurfum alltaf að vera að borga mönnum út. Koma skipulagsmáli einhvers staðar hérna inn. Það bara við skipuleggjum hvað það sem við tökum frá og hvað við ekki tökum frá, eins og kannski rammaáætlunin og svona. Ég held að áður en við förum að segja nákvæmlega hvernig við ætlum að gera, þá verðum við að ræða hvað ætlum við að gera, hvað þessi 4 hagsmunaaðilar sem ég talaði hvernig teljum við eðlilegt að skipta arðinum. Ef við erum ekki búin að ræða það, eins og við erum ekki búin að ræða hérna, og þjóðin ekki búin að ræða, og það tekur, myndi ég segja, nokkur ára að ræða það, að ef þeirri umræður ekki lokið, þá tilgangslaust að tala hvaða leið á að fara á markmiðinu. En hvernig ætlum við að skipta arðinum? Hvernig væri eðlilegast í þínum huga að skipta honum? Já, það eins og ég sagði áðan, ég held að það þurfa að vera, númer 1 þarf að vera þannig að allir hagnist. Númer 2 þarf að vera þannig að þeir sem taka áhættuna þeir hagnist fyrst. Og númer 3 tel ég að á endanum þegar hagnaður verið mikil þá fari sem stærstur hluti hagnaðar til þjóðarinnar. Mér langar aðeins til að spyrja það því þú nefndir þessa 4 aðila, landeigendur, nærsamfélag, orkufyrirtækið og síðan þjóðina. Og undanfarin ár þá hafa þessir hagsmunir nærsamfélagsins verið mjög áberandi notaðir sem rök fyrir því að það eigi að fara í ákveðnar framkvæmdir. Og nú náttúrulega meðan á uppbyggingunni stendur, þá byggist eitthvað upp í nærsamfélaginu. En er það ekki raun að vera þannig að það alls ekkert víst að nærsamfélagið njóti nokkurs frekar af framkvæmdin eftir hún komin í rekstur. Rafmagnið fer bara inn á landskerfið og síðan það bara keypt út af því einhver staðar annar staðar. Er þetta ekki bara einhver hugsanavilla að gefa sér það að nærsamfélagi njóti endilega góðs af framkvæmdinni til lengri tíma? Ég tel það mjög mikilvægt og við vísum líka til annar land eins og Noregs að þá lögð áherslu á það að nærsamfélagið og þá það skilgreint víðara heldur en gert hérna. Vandamáli hérna kannski þú horfir bara afmarkað á virkjunni þá það eingöngu það sem stöðvarhúsið það sem verður verulegur ávinningur sem tengist á fasteignagjöldum sem getur verið mjög mikið fyrir svona lítil sveitarfélög. En það vantar að ræða þetta og það vantar að ræða hvernig við viljum skipta arðinum og síðan að finna leiðir hvernig að skiptingin verði eins og við viljum en við höfum ekki rætt hvernig við viljum að skipta arðinum. Og umræðan hefur verið mikið á villigötum meðal eins og kom fram þetta með þessu þegar menn hafa haldið að þjóðin ætti í auðlindina. Sem dálítið misskilning. Þetta er kannski ákveðið lúxusvandamál eða þannig. Ef við getum glaðst yfir því að 5-falt meiri orkuframleiðslu á mann heldur en venjuleg þjóð og síðan verið ánægð með það land sem við eigum, þá þetta bara mjög fínt og við getum fengið alveg miklu meiri arð út úr því sem við nota þegar og endur hann að sumt að þeim virkjunum sem við eigum þannig að mann geta líka dunda sér á tekniborðinu. Þetta er allavega hinn jákvæða sín. En við skulum gefa áhorfendum kost á að spyrja einhvern þarna út í sala sem vill leggja það spurningu. Já, ég er að velta fyrir mér hugmynd svona gróðurhús rosalega stórt sem væri áleika stórt og svona miðlungs álver. Einhvern dytti ég að byggja svoleiðis gróðurhús, selja tómata og agúrkur til dæmis til Norðurlanda og fleiri landa. Hvernig myndi Landsvirkjun snúa sér í því að nú þarf þetta fyrirtæki ábyggilega aðlögunartíma 5-10 ára eitthvað svoleiðis? Hvernig myndi Landsvirkjun snúa sér í svoleiðis samvinnu? Við myndum fagna svoleiðis áhuga. Við viljum fá fjölbreyttari viðskiptavinni í okkar viðskiptamannagrunn. Ertu að tala verðið fyrst og fremst? Ég er að tala verðið, vegna þess að þetta er stórt og mikið fyrirtæki sem kannski að framleiða 1000 tonna af tómatum og bananum og agúrkum og svo þannig. Og ertu þá að tala sambærilegt verðið eins og það lagsta í til dæmis til álversframleiðslu eða einhverju stóriðunar? Já, samskonar samanburður. Eða kannski ennþá betra verð vegna þess að þetta er eitthvað splungu nýtt sem hefur aldrei verið gert áður. Og kannski markaði fyrir þetta sem einhvers staðar út í heimi. Það þarf bara að kanna hvert mál fyrir sig en það er alveg ljóst að í mörgu tilvikum og þá erum við tilbúin að gefa ákveðna afslætti í upphafi þegar nýjar inngreinir að koma til landsins. Og það er ekkert óalgengt í samningum milli fyrirtækja að það sé meðan að kannski erfiðasti fjárfestingar hluti verkefni sem segir að þá séu gefnir afslættir. Það er ekkert óalgengt. Þannig að þú gefur það í skyn að þeir sem komi nýjar hugmyndir og stórtækar að þeir fá mjög gott verð hjá Landsvirkjun. Það fá allir mjög gott verð hjá Landsvirkjun. Já, en sérstaklega að því að það eru nýjar hugmyndir og kannski aðrar heldur en stóriðu. Við höfum ekkert á móti stóriðu.
En við teljum aftur á móti mjög áhugavert að fá hérna fjölbreyttara kúnnahóp og við teljum líka kannski til lengri tíma leyti geta þessi kúnnahópar borga hærra verð þó svo að þurfi kannski að hjálpa honum á stað. Ég heldur endur að grænmetisbændur núna eigi fyrir græðast uppdráttar nú þegar, þeir sem eru komnir með sína gömlu hugmyndir sko, út af því að ég veit ekki orkuverðið virðist vera ansi hátt til þeirra. Það ekki orkuverðið frá Landsvirkjun því þeir kaupa þetta send í gegnum smásölu og það mjög dýr dreifingakostnaður sem er líkara orkuverðið kemur til almennings sem þeir eru. Við skulum hleypa fleirum að. Já, það er kannski önnur spurning til Harðar. Þú sagðir að Landsvirkjun vildi virkja í sátt við þjóðina. Hvernig kemur þá vilji þjóðarinnar fram? Er það fólk í tilteknu sveitarfélagi sem er þjóðin? Er það sveitarstjórnarmenn? Eru það alþingismenn, kjörnir af þjóðinni, eða kemur vilji þjóðarinnar kannski fram í skoðanakönnunum í Fréttablaðinu og var það þjóðin sem ákveða að virkja við Kárahnjúka? Þetta er stór spurning hvernig, og hvað áttu við með sátt? Sátt þýðir ekki endilega allir séu sammála. Þetta sé svona eins víðtæk sátt og mögulegt er. Við vinnum náttúrulega alltaf, þegar við eigum þjóðina, þá erum við náttúrulega mjög oft að tala Alþingi. Hver vilji Alþingis er til virkjana. Við leggjum hins vegar mjög aukna áherslu á samráð við nærsamfélagið og munum sýna það í verkefni sem við erum að skoða núna. Þar erum við að breyta vinnubrögðum hvernig við vinnum með nærsamfélaginu þar sem við viljum fá opnari umræðu og skýrari skoðanir hagsmunaaðila og það mun koma í ljós vonandi á næstu misserum hvernig við stöndum að því. Varðandi Kárahnjúka þá er náttúrulega fyrir minn tíma hjá fyrirtækinu en ég held að það væri nú seint hægt að segja það að Kárahnjúkar hefði verið byggður í sátt við þjóðina. Fleiri spurningar? Hörður og Andri, takk fyrir komuna. Við ætlum að halda áfram, við ætlum að ræða núna náttúruna. Við ætlum að ræða hversu mikilvæg náttúra Íslands er og hver verðmæti hennar eru. Og það er auðvitað erfitt að skilgreina það en við ætlum að heyra hvernig Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í umhverfis- og auðlindafræðum útskýrir það. Náttúruauður er í raun og veru samheiti yfir allt það eða alla þá auðlegð sem við fáum frá vistkerfum náttúrunnar. Og dæmi náttúruauð hérna á Íslandi er til dæmis fallvötnin okkar, fiskistofnarnir, vistkerfi skóglendis, vistkerfi hálendisins okkar og svo mætti lengi telja. Og það sem að náttúruauðurinn gerir fyrir okkur er það að hann veitir okkur margvíslegar afurðir og þjónustu og það er einmitt þessar afurðir og þessi þjónusta sem útleggst á það sem við höfum kallað þjónusta náttúrunnar og hún flokkast niður í að vera annarkvöld bein eða óbein og beinþjónusta náttúrunnar er einmitt það sem við flest gerum okkur mjög vel grein fyrir. Það er að segja við fáum mat frá náttúrunni, við fáum orku, við fáum efni og allskyns líka hluti sem við oft þurfum að greiða fyrir. En síðan er það óbeina þjónustan sem er ekki minna mikilvæg þá við fáum hana nánast í endurgjalds og fyrirhafnalaust. Og birtingarmyndir þessarar þjónustu eru til dæmis miðlun og hreinsun vatns, viðhald líffræðilegs fjölbreytileika, jarðvegsmyndun og viðhald frjósemi jarðvegs, binding kolefnis sem er gríðarlega mikilvægt í samhengi loftslagsbreytinga og þess að auki veitir náttúrun okkur eða náttúruauðurinn veitir okkur einnig lífshamingju einfaldlega með því að vera til. Það er að segja að náttúran hefur gríðarlegt tilvistargildi. Og að lokum veitur hún okkur menningarlegt gildi eða menningartengda þjónustu sem birtist oft í því að hún veitur okkur umgjörð til tómstunda og útiveru. Hún er uppspretta lífssköpunar og nýsköpunar, mikilvæg varðandi kennslu og svo mætti lengi telja. Það sem að við hér á Íslandi við höfum hingað til því miður haft mjög einsleita sýn á þessa marga mismunandi þjónustuþætti sem við fáum frá náttúruauðnum og birtingarmynd þessar einhæfu sýnar til dæmis er svo að við virðumst meta til dæmis virði vatnsfallan okkar í megavöttum eða þá virði landsvæðis sem byggingalóðir
Og ef við gerum það, ef við notum einungis þetta einhæfa mat, þetta fátæka mat, þessa fátæku sýn á þjónustu náttúrunnar, þá mjög líklegt að við séum að taka ákvarðanir á röngum forsendum. Verðlagning þjónustu náttúrunnar getur farið fram á margvíslegan hátt og í raun og veru slík verðlagning mögulega forsenda þess að við förum að taka mögulega skynsamari ákvarðanir varðandi nýtingu náttúruauðsins og þjónustu náttúrunnar. En í fyrsta lagi þá getum við mögulega notað markaðsvirði af hinni svokölluðu beinu þjónustu, svo sem mat eða orku eða einhverjum slíkum beinum þjónustu þáttum. En óbeina þjónustan, það erfiðar að verðleggja hana, en þó eru margvíslegar aðferðir sem hægt að nýta til þess. Til dæmis getum við metið hvað það kostar okkur ef að þessa þjónustu nyti ekki við. Og það mjög algeng leið sem við förum þegar verið að verðmeta mikilvægi þessara þjónustu. Og hins vegar getum við einnig notað spurningakannanir, þar sem að við spurjum einfaldlega leikendur eða ábúendur á þeim svæðum sem að nýta þjónustuna, hversu mikils virði þeir telja mismunandi þjónustu þætti. Jón Gunnar Ottosson, forstjóri Náttúrufræðistofnunar Íslands og Guðbjörg Jóhannesdóttir, doktorsnemi í heimspeki, velkomin bæði tvö. Takk. Hvernig þetta að verðmeta náttúruna? Verðmetum við hana bara í að segja, vá, hvað þetta flott? Já, það Er það eini mælikvarðin á... Já, þegar segir verð, þá hugsa maður peninga. Já. Og það ákveðin svona tengsl sem að við eigum í við náttúruna þegar við upplifum hana fagurfræðilega. Og það það sem að maður kallar kannski landslag. Það svona mikilvægt hugtak í að tala þetta. Því að landslag fyrir mér allavega merkir það sem maðurinn og náttúran mætast. Og það svona náttúrulegt umhverfi þegar það upplifað fagurfræðilega. Og það þessi vá-upplifun, það fagurfræðileg upplifun, þar sem við upplifum einhver svona tengsl við náttúruna og þegar í tengslum við eitthvað fyrir mannesku til dæmis, myndur geta verðlagt hana. Þetta svolítið erfitt að segja, tala þetta á þessum nótum, finnst mér. En hver Jón Gunnar, ef við beinum spurninga þér, hver svona sérstaða hins íslenska lífríkis, eitthvað sem við kannski byggjum með þetta verðmætamat á? Já, ég ætlaði að segja framöndan því sem hún sagði áðan að ég náttúrufræðingur og ég met náttúruna ekki til peninga þegar ég að horfa á hana. Aftur á móti að þá horfið maður á náttúruna út frá hvað segja, svona faglegra sjónarmiði, þar sem við horfum á hvað sjaldgæft, hvað sérstætt og notum ýmiss konar viðmið til þess að meta verndargildi hinna ýmsu náttúrufarsþátta. Og að því þú spyrðum lífríki landsins, að þá lífríki landsins Íslands mjög sérstætt að mörgu leyti. Það tegundafábreytt sem að stafa meðal annars af einangrun landsins. Það mótast líka verulegu leyti af umhverfinu sem að ánáttúrulega þátt kannski dálítið sérstætt út af eldvirkninni, jöklunum, fallvötnunum og svo framvegis. En lífríki Íslands þó að sé tegundafábreytt, en þá kannski einkennið að hér til dæmis eru mjög stórir og sterkir stofnar af mörgum þeim lífverum sem að hér búa. Og þegar ég bara tek dæmi sem eins og fugla, að þá fóstrar Ísland mjög stóran hluta af Evrópu heimstofni til dæmis margra bjargfugla og mófugla eins og lóu, spóa og svo framvegis. Og við erum að horfa meðal annars á þessa þætti þegar við erum að meta líffræðilegan fjölbreytileika Íslands. Og eins ef við horfum til gróðurlendana, að þá erum við með mjög sérstætt gróðurlendi þó að það sé tegundafátækt sem meðal annars mótast á eldvirkninni. Við erum með mjög sérstök gróðurlendi á nútímarhraununum sem náttúrulega mjög sérstök fyrir Ísland. Við erum með rústamýrar upp í hálendinu. Við erum með mjög fjölbreytilegt votlendi og það þetta sem að samspil allra þessar þáttar sem að gera Ísland. Skiljum við sem Íslendingar þetta? Við eigum tengsl við ákveðna staði, alls ekki samstæðum, við höfum rætt staði eins og Þingvelli, líklega samstæðum það að Þingvelli séu eitthvað sérstakt. Það fylt af öðrum stöðum sem við getum nefnt dæmum. En skiljum við þetta heilt yfir? Hversu mikilvægt þetta og hversu, litríka náttúru við eigum og dýralíf? Ég held að skortir töluvert upp á skilningin á því að við þurfum að horfa heildstætt á náttúru landsins. Við þurfum að hafa sýn og þekkingu eins og kom fram hérna í orkuþættinum. Við þurfum að hafa þekkingu á því
hvernig lífríki landsins og ekki síður jarðfræðin, landslagið og ferska vatnið og allt saman samsett. Þannig að við vitum hvað sjaldgæft, hvað fágætt, hvað sérstakt fyrir Ísland, hvað verndarþurfi og bara til þess að taka dæmi að við til þess að Lundinn líklega sá fuglastopp sem hefur flesta einstaklingana. Þetta sérstakur ábyrgðarstopp fyrir Ísland vegna þess að fuglinn mjög sjaldgæfur alls staðar í kringum okkur. Getur þú skilgreint verðmæti, Þóra? Já, verðmætin? Ég held að við höfum sinnt sömu verðmætum vel, sérstaklega lífríkinu vegna þess að líffræðingar hafa í raun og veru náð töluvert langt í því að skilgreina svona sameiginleg viðmið, vera með svona almenna aðferðafræði þannig að það alltaf hægt að máta sitt eigið land við eitthvað stærra. En þetta vantar í jarðfræðinni sem mjög slæmt vegna þess að okkar jarðfræði svo sérstaklega fjölbreytt og óvenjuleg. Og það til dæmis held ég að finna á Íslandi allar gerðir eldfjalla sem til í heiminum. Ég held að við höfum heldur ekki staðið okkur nógu vel varðandi vatnsauðlindina. Við eigum ennþá eftir stór, ómiðluð og lítið snortin vatnasvið. Og þau eru bara orðin býsna fá í Evrópu, bara mjög fá í Evrópu. Við eigum bæði heitalaugar, við eigum mikið af köldum lindum, við eigum gnægð af grunnvatni sem nú að verða einhver fágætasta auðlind mannkyns og verður að mjög skortnum skammti. Og bara kannski til að taka eitt dæmi, og það eru íslenski fossar. Mörg okkar hafa örugglega farið einhver tíma til útlanda og á einhvern stað og það einhver frægur foss. Og við förum þangað og býta, erum við komin núna? Þetta þessi frægi foss? Þetta eitthvað svo lítið og ómerkilegt að myndi varla hafa nafn á Íslandi. Og þessi fossar okkar, þeir hafa náttúrulega líka orðið uppspretta fyrir listamenn. Ólaf Elíasson, Róni Horn hefur líka unnið með vatnsauðlindina. Og síðan það víðernin og þetta sérstaka landslag. Þetta að mínu mati, þetta gríðarlega verðmæt auðlind, bæði kannski líka í ferðaþjónustu, en ég held að það líka bara svo dýrmætt að eiga svona land. Vandamáli með landslag hefur kannski verið einmitt, það hefur annars verið skilgreint sem svona hlutbundi, bara eitthvað sem getur bara, það eru þessi eiginleikar þarna úti, eða sem þessi huglæga reynsla, sem tengt við fegurð, alltaf tengt við upplifun af fegurð, og það eitthvað sem við sjáum fyrir okkur sem algjörlega persónubundi. En ég hef verið að skoða þetta svona frá heimspekilegu sjónarhorni og það hægt að sjá ýmsar kenningar það, hvernig þetta ekki hægt að gera skýran greinamun á þessu hlutbundna og þessu huglæga, sko. Og það mitt kom svolítið í ljós þegar ég var að fór bara með fólk út í náttúruna og Háhitasvæðajökla og var svona að skoða upplifun þeirra eins vel og ég gat. Og það var ótrúlega oft sem að sömu svörin koma upp og sömu viðbröðin við sömu hlutbundna eiginleikum. En það þarf bara að skoða og kortleggja hverjir eru þessi hlutbundna eiginleikar, hvað fágætt á Íslandi, bara í náttúrulega umhverfinu. Og tengja það við, sko, hvers konar upplifanir eru það sem við erum að tengja við þessa eiginleika. Það margir Íslendingar sem segja að þeir upplifi ekki landið sitt fyrir þeir farið með útlendingi landið og heyri vá-effektin. Og það kannski fyrst og fremst skilið með tilfinningunni. En samt sem áður eins og þú veist að minnast á að það var gerð könnun 1997 þar sem fólk var spurt hvert mikilvægasta þjóðartáknið og það var gert á öðrum Norðurlöndum líka og þar var það yfirleitt forsetinn eða konungsfjölskyldan eitthvað svona. Hjá okkur var það landslagið. Og þrátt fyrir það að þetta sé okkur svona mikilvægt þá hefur verið svolítið svona erfitt að tala þetta af því þetta alltaf tengt við fegurðarupplifun sem svo mikið tabú að byggja ykkur ákvarðanir á því, sko. Ef við lítum aðeins til framtíðar, það sem við erum að reyna að gera í þessum þætti, til dæmis fyrirsjáanlegt að sum fyrirbæri í íslenskri náttúru, hlutbundin eða óhlutbundin, megi í framtíðinni, segjum eftir 20 ár, jafnvel eftir 50, verða enn fágætari og sé eitthvað sem að við ættum svona að leggja kraft okkar í að standa vörðum og kannski fá fólk til þess að skilja ennþá frekar hvað það og hvers vegna. Eitthvað sem einhver... Sko, ég held að þetta sé örugglega að aukast verðmætið alltaf og eina ástæðan fyrir því að íslensk náttúra svona verðmæt og sérstök vegna þess að lítið til af svona svæðum þar sem fólk fær svona upplifun, þess að vá upplifun,
það er svo lítið eftir af þessu á heimsvísu og í Evrópu og þess vegna erum við að sjá svona mikið af ferðamönnum koma frá Evrópu og þessum vestræna heimi vegna þess að þar ekki lengur þessi upplifun í boði og það eins og fólk finni ákveðna þörf kannski til þess að koma til þessu upplifun þar sem hún sér svolítið sjálfa því í tengslu við og í samhengi við kraft náttúrunnar. En Jón bara, sérðu hvað við þurfum að getum gert til að ýta undir þetta enn frekar? Já, þetta alveg rétt sko að ef við horfum fram í tíman að það svo margt sem ógnar íslenskri náttúru í dag og ef við horfum fram í tíman að það ekki bara orkulindirnar og virkjanir, við erum með eitthvað 20 háhitasvæða, það búið að virkja eða bora í líklega helmingina þeim og þá sjáum við að við viljum örugglega halda í einhver þeirra sko til framtíðar. En til þess að geta tekið ákvarðanir þá þurfum við að hafa sýn á þær allar. Og það ekki bara þessi svona ábyrjandi hlutir eins og háhitasvæðin. Þetta eru líka niður í smæstu einingar náttúrunnar. Við þurfum að skrásetja okkar náttúru betur. Við þurfum að hafa okkur skortið þekking á náttúrunni. Ég var svolítið hugsa til þess að ég hlusta á hann Stefán áðan. Að við erum svolítið í sömu stöðu þegar við horfum á náttúrunni heild. Það er að segja okkur skorti verulega þekkingu á og bara skrásetja, skilgreina og meta náttúruna og taka síðan upplýstar ákvarðanir hvernig við viljum nýta hana. Svo gefa áhorfendum kost á að spyrja einhver þarna út í sal. Já, ég ætla þetta eiginlega meira vangavelta held ég sko. Ég að velta fyrir mér sko, ég að velta eiginlega fyrir mér hvort við getum nokk tíman komist að nokkru samkomulagi eða í öllum þessum vangaveltum fyrir en að sko við komumst út ákveðnu svona hugmyndafræðilegri kreppu sem við erum í held ég sko vegna þess að sko við erum 300.000 manns cirka og við búum í landi sem er einna ríkasta land af auðlindum sko á höfðatölu í heiminum. Samt sem áður þá erum við alltaf að tala eins og sko nú verðum við að virkja því annars bara sveltum við ábyggilega eða það er alltaf eins og sé okkur rosalega vá sem að hangir yfir okkur. Innan 3 mánaða helst. Fyrirgefðu? Innan 3 mánaða helst. Já, helst, sko, allt að gerast í dag, alveg bara, en sko, þá spyrum að segja, ok, það getur verið að við höfum bara stýrt þessu svona illa og við bara, fólk atvinnulaust og við verðum að gera hvað í málunum, við verðum að redda þessu núna. Það getur verið, en ef við skoðum bara tölur og rannsóknir sem sýna það að Íslendingar eru mesta neyslu þjóð jarðar, þá stemmir það ekki alveg, eitthvað hljótum við að hafa peningum, þannig að þá veltum maður fyrir sér, ok, hvað þá að? Það hlýtur að vera einhver misskipting á auði eða eitthvað sem er í gangi. En sko pælingin þá sko meðan við höfum enga stefnu í þessu, hvað það sem að sko hverju á hagstjórn að skila? Á hún að skila bara alltaf meiri hagvexti eða á hún að skila bara störfum? Snýst þetta allt peninga? Það er spurning. Ég held þetta sé ykkur hugmyndafræðileg kreppa sem að því að við eigum að vera að leysa þetta miðað við þær auðlindir sem við höfum og miðað við þær tekjur sem við höfum. Ég held að þetta mjög skemmtilegt innlegg vegna þess að ég held að komið svolítið inn á það sem ég ræddi alveg í upphafi sem að í rauninni þetta með sjálfbæru þróunina og það að sko við þurfum að láta hana vera grunnstef í því sem að í allri ákvarðanatöku og í mótun samfélagsins. Ef að við ætlum að geta veitt börnunum okkar og komandi kynslóðum tækifæri á því að njóta þess sama og við njótum. Og það þarf kannski, það getur vel verið, að það þurfa að taka erfiðar ákvarðanir það að við munum ekki geta notið alls þess sem að við njótum í dag vegna þess að neysla er mikil. Og ég held að umræða neyslu, fólk er skíthrætt við hana. Og það er mjög eðlilegt vegna þess að ég vil gjarnan geta neytt eins og ég neyti í dag. Það er erfitt að sjá fyrir sér að draga úr því. En það eru náttúrulega kannski ýmsar leiðir til þess að breyta neyslumunstrinu og svo framvegis á þess að við hættum að fljúga flugvélum eða keyra bíla. Og það er oft svona það sem maður fær á móti sér þegar maður segir já, það er að draga neyslu. Já, þú ætlar nú bara að hætta að keyra bílinn það ekki? Já, og allt þetta sem er kannski ekki alveg sanngjarnt. Þetta hefur alltaf í svona annarkvort eða í staðinn fyrir kannski eiga í svona hugmyndilegum samræðum. Fleiri spurningar? Já, mér langar að spyrja út í því segja það vanti rannsóknir. Nú er allt annað tempó þarna í framkvæmdageiranum. Sjáu eitthvað fram á það að það muni vera að staldra eitthvað við og kanna málin aðeins betur? Áður en bara tempóið heldur bara áfram. Þóra? Ég svara þessu. Þetta er svona helst í hug, já. Já, ég held að... Þetta tala að framkvæmdaaðilar séu duglegir að rannsaka heldur en aðrir. Já. En það er spurning hvort það er rannsaki það sem þeir vilja fá út. Já.
Já, ég held að það sé alveg rétt, sko. Það er hérna þessi misskipting og má taka til dæmis rammaáætlun sem dæmi. Það er búið að leggja töluverða peninga í það og fjármuni í það að skoða ýmsa möguleika á virkjunum og það voru vissulega settir til dæmis fjármunir í að rannsaka betur ýmsa náttúrufarslega þætti, til dæmis lífríki, fugla, háhitasvæði, landslag og svo framvegis, en það vantar samt mjög mikið upp á, til dæmis í vinnunni í rammaáætlun, þá til dæmis ekki hægt að skoða svæði með tilliti til smádýrafánunar, af því það ekki til upplýsingar. Við erum með ófullkomnar upplýsingar lífríki háhitasvæðana, til dæmis þessar sérstöku örveruflóru, þannig ég held að sé alveg rétt. Við erum komin, ég gerir ráð fyrir því að Jón Gunnar sé sammála, við erum komin frekar stutt á veg við að rannsaka okkar náttúru og vatn til dæmis, vatn hefur eiginlega bara orðið svolítið út undan, bæði í rannsóknum á vatninu sem sagt auðlind, á vatnafari, og líka í löggjöfinni sem hangir allt saman. Ókostunum við þetta að hagsmunaaðilar eru oft að skila af sér rannsóknum og eiga auðveldara með að fjármagna þeir. Já, þetta tengist líka þessari hugmyndafræðilegu kreppu sem var nefnt hérna, því að Íslendingar mjög seinir, virðist vera á þessu sviði, að tileinka sér hugmyndafræði og aðferðafræði og hvernig aðra þjóðir að vinna. Við erum svolítið först innan tungarsins heima yfirleitt og líka þetta endurspeglast meðal annars í þeir sem Þórir að segja að þær upplýsingar sem við höfum verið að afla náttúru Íslands á undanförnum árum og áratugum, þær eru fjármagnaðir fyrst og fremst af þessum svokölluðu framkvæmdar aðilum eins og Landsvirkjun, Vegagerðin og fleirum. Frumkvæðið þarf að vera meira frá ríkinu. Ég auðvitað ætti að skilgreina hvað ætlar ríkisvaldið að skaffa af náttúrufarsupplýsingum fyrir skipulagsgerð, fyrir ákvarðanir landnotkun sem yrðu þá ókeypis fyrir sveitarfélögin, fyrir framkvæmdar aðilana og láta sína stofnanir vinna það. Skaffa þá ákveðnar upplýsingar gróðurfar, dýralíf, jarðfræði, landslag og svo framvegis. Og þetta væri samt grunnurinn sem væri lagður fyrir allar ákvarðanatöku til framtíðar. Þetta sé ég að sko hérna vonandi á næstu grösum. Við skulum gera örstutt hlé og síðan ætlum við að ræða náttúrutengda ferðaþjónustu. Gólmottur, vörn gegn óhreinindum og bleitu, Kjaran gólbúnaður, síðumúla 14. Víkurverkin hobbyhjólísinn vinsælust í Evrópu, ferðumst innanlands, víkurverk, allt í ferðalagi. Góði dátinn sveik hjá Freyvangsleikhúsinu, skemmtileg og lifandi sýning, nánar upplýsingar á freyvangur.net. Bremsaðu betur í vetur, fáðu 20% afslátt af bremsuborðum, klossum og diskum, Max 1 bílavaktinn. Verka eftir Esa-Pekka Salonen, Messi Young og Ligeti, tónlistarkvöldi útvarsins, 50 kl. 19, Rás 1. Vandaðu valið og veldu KIB, Höggdefa, bílaframleiðendur gera það, stilling betri kostur í 50 ár. Ef þinn auður í góðum höndum og á staða og áhættu meðvutund skipta máli, komdu með séreignarsparnaðinn til auðar. Settu það saman og fáðu 20% afslátt, ókeypis aðstoð við hönnun og skipulag, HTH-innréttingar, Ormsson Lámúla. Velkomin aftur og velkomnar Anna Dóra Sæþórsdóttir, dósent í ferðamálafræði og Anna Sverrisdóttir, sjálfstæður ráðgjafi í ferðaþjónustu og fyrrverandi framkvæmdastjóri Bláa lónsins. Mér langar bara að spyrja ykkur fyrst, talandi ferðaþjónustu, talandi nýtingu á náttúrunni, ferðaþjónustuna eitthvað sem svona, annar valkostur talandi nýtingu á náttúru? Það engin vafa því að það getur verið annar valkostur þó að hún sumstaðar eins og dæmi sanna getur farið saman með orkuvinnslu. En þá meina ég bara svona númer 2, afgangsstæð. Ég held að við þurfum bara að nýta það, þjóðin þarf að nota þau tækifæri sem hún hefur til að efla atvinnuvegina. Við þurfum störf, við þurfum gjaldeyristekjur og ferðaþjónustan hefur elst verulega á síðustu árum, þannig að hún er að skaffa í búið þar og hefur tækifæri
ef rétt á haldið og við förum vel með, þá getur þetta orðið auðlind þessa öld og langt fram á næstu aldir. Hvað með, að því við erum átt að velta fyrir okkur sko uppbyggingu ferðaþjónustunnar með tillit til hvaða túrista við erum hvers konar ferðamenn við viljum. En höfum við gert að uppfylla okkur og skiptir máli hvers konar ferðamenn við fáum, ekki síst bara út frá, með við þær tölur að við fáum 1 milljón eða 2 milljónir ferðamanna kannski á einhverjum næstu árum, ráðum við það og verður ágengni það mikil að þetta orðið frekar sko eyðilegging á náttúrunni heldur en hitt? Sko núna koma 500.000 ferðamanna á ári til landsins og sumir segja að Ísland sé sumstaðar orðið uppselt á sumrin. Já. Og það þýðir sem bara gisting, til dæmis á Suðurlandi, hún bara uppseld, það ekki pláss fyrir fleiri, ekki nema við förum að byggja meira. Og það kannski varasamt að fara að byggja meira vegna þess að fjárfestingi þarf jú að skila arði og ef þú fyllir þetta bara 2 mánuði á ári þá verður arðsemin ekki næg. Þannig að þess vegna mjög mikilvægt og það það sem að ferðamála yfirvöld að vinna í núna númer 1, 2 og 3, það að lengja ferðamannatímabili og ná þá betri nýting út úr fjárfestingakostum og minna álagi á landi með því að dreifa því yfir árið. Þannig að það svona stóra verkefni sem við erum að vinna. Ég ætlaði bara til að fylgja þessu eftir, myndu kannski aðeins segja okkur eða þið báðar, hvað það sem erlendi ferðamenn, eftir hverju eru þeir að sækjast þegar koma til Íslands? Það sýnir okkur þegar þeir eru sjálfir spurðir hvað veldur því að taka ákvörðun að koma til Íslands, þá það náttúran, það öræfin, það kyrrðin, það hreina loftið og hreina vatnið. Þetta í efstu sætunum. Síðan koma hlutir eins og menning og saga og reyndar Reykjavík farin að skara þarna upp líka. En það alveg ljóst að það náttúran, en auðvitað það mismunandi fyrir mismunandi einstakling hvað það þýðir. Sumir vilja fara og vera einir upp á öræfunum, öðrum dugar aðeins að kynnast í með því að fara að Gullfoss og Geysi eða kannski eitthvað aðeins lengra. Það náttúru upplifun og þetta getum við styrkt og það mjög mikilvægt að við nýtum þær auðlindir sem við höfum í þessu engangum velum þær og eins og Anna Dóra sagði að gera það allt árið og náttúran skiptir kannski enn meira máli fyrir þá sem koma á sumrin en við getum aukið náttúrutengda ferðaþjónustu líka yfir veturinn og dreftinni betur landi. Þetta svolítið kannski váið sem að Guðbjörg talaði áðan sem að við eigum að geta selt eða allavega nýtt sem auðlind. Það kannski það sem að ég svona skynja hérna í umræðinni en eins og Þórhallur sagði hérna í upphafi, ef að við búumst við að ferðamannafjöldi aukist mikið á næstu árum, hvað gæti ekki komið að því að við þyrftum jafnvel að fara að takmarka aðkomu ferðamanna að ákveðnum náttúruperlum og hvernig sjáu þið fyrir ykkur að slíkt sé hægt? Eigum við að fara út í gjaldtöku? Eigum við að setja upp vegartálma? Hvað hefur að gera? Svo ég sagði, það 500.000 sem kemur núna. Ef á 10 árum svo tala myndi tvöfaldast, þannig að við fengum 1 milljón eftir 10 ár. Þá sko rúmar landið þetta vel. Ég samfærð að við getum vel tekið á móti þessu fólki. Spurningin þótt að sé atvinnuleysi núna, þá hefur það ekki alltaf verið þannig. Og það var lengi fyrir ferðaþjónustuna erfitt að manna störf víðsvegar landi. Þannig að það gæti verið hindrun að við bara höfum ekki nógu mikið fólki til þess að þjónusta ferðamenn. En plássið nægt. En einhvers staðar erum við mörkin til dæmis á fjöldanum og segjum bara við viljum ekki fá fleiri ferðamenn en eitthvað ákveðið. Við viljum ekki fá fleiri en 1,5 milljón eða hvað það yfir árið, en þess að við viljum geta sinnt þeim vel sem við erum með, svo við séum ekki heldur að skemma þessu auðlind með ofmiklum túrisma í þeim neikvæða skilningi. Við getum eyðilagt ákveðna staði með því að það sé fjölmenntar. Við þurfum að dreifa betur, við þurfum að hanna betri ferðamannaleiðir, við þurfum hreinlega að vinna meira þverfaglega með öðrum stéttum eins og núna arkitektum eða öðrum sem að skipuleggja og hanna. Þá getum við gert þetta betur og gert það að aðdráttarafl jafnvel eins og Norðmenn hafa tekið, þeir eru nú dálítið nefndir hérna í dag, Norðmenn, fyrirmyndir af mörgu. Ferðamannavegirnir þeirra eru alveg stórkostlega leið þannig að fólk farið að
fara vegna þess hvernig þeir hafa hannað sína staði, en við ég held að það sé talsvert í að við þurfum að loka landinu, en þetta væri það gaman að geta verið eins og Galapagos og bara skammtað inn. En nú sér maður til dæmis í Bandaríkjunum, í stóru þjóðgarðana þar, meðan það eru nokkra milljónir á ári sem mæta í sko hvern og einn á þessum stóru þjóðgörðum. Þannig að með góðu skipulagi þá held ég að það sé eins og þú ert að segja náttúrulega, það er hægt að taka á móti nokkuð mörgum, en það verður náttúrulega að setja peninga í innviðina og í það sem þarf. En þetta er í hug líka að sko ef það yrði einhver gjaldtaka, segjum í þjóðgörðum til dæmis, segjum að það komi, nú er ekki alveg klára á þessum tölum, en 200-250.000 manns í Skaftafelli á ári, segjum það bara. Ef við tækjum 100 kall fyrir hvern og einn, þá erum við að tala 25 milljónir á ári. Sem er svona kannski nær því sem er í Bandaríkjunum, þá er þetta 10 sinnum hærri tala. Það er svona það bil 1.000-1.500 krónur oft á tíðum sem kostar að ferja í þjóðgarða þar. Gætum við með þessu, og væri það réttlætanlegt, sanngjarnt, náð inn peningum til þess að byggja upp þessa innviði sem þið voru akkurat að tala um? Mig langar aðeins fyrst að koma inn á þetta hvar við getum tekið á móti og hversu mörgum við getum tekið á móti. Sko, þar skiptir öllu máli að vera búin að setja og móta stefnu það, hvers konar upplifun, þetta sem Gugga var að tala um, hvers konar upplifun á að veita hverjum stað fyrir sig. Ef þetta er upplifun bara á því að horfa á foss renna, þá er hægt að streyma kannski svolítið mörgum í gegn. Ef þetta er upplifun á víðernum og einveru, þá getum við ekki haft ótakmarkaðan fjölda og ekki bara það að fjöldin trufli heldur allir innviðinni sem þarf að byggja upp til þess að taka á móti fjöldanum og ágangurinn sem það hefur á náttúruna. Þannig að hver staður hefur sín þolmörk, má segja. Og svo við Íslendingar, við höfum eflaust líka okkar þolmörk. Hvað viljum við taka á móti mörgum gestum áður en að okkur finnst bara pirrandi að komast ekki út að borða á veitingastöðum af því allir staðir eru fullir af því að það er núna ferðamannatímabil. Þannig að alveg eins með orkustefnuna þá þurfum við að setja okkur stefnu í ferðamálum hversu mikið viljum við selja landinu. Hana skortir? Nei, það hefur verið unnið ferðamálastefna og verið að endurnýja hana. Þannig að það er stefna í ferðamálum en það er ekki sagt ykkur ákveðin fjöldi. En hins vegar tekið fram að við viljum ekki fara yfir þolmörk hinna einstöku staða. En síðan varðandi gjaldtöku á stöðum, þá er gjaldtaka bara ein leið til þess að stýra straumnum. Og ég er svolítið hrædd við þessa leið að fara gjaldtökuleiðin á ákveðnum stöðum vegna þess að leið og byrja að rukka á einu stað, þá er það bara dálítið mikið þannig að ferðamenn fara að sneiða fram hjá staðnum og fara að skoða eitthvað annað. Við eigum svo marga fossa, við þurfum ekki endilega að stoppa hjá þessum þar sem er verið að rukka, förum bara næsta. Förum Ódýrafossin. Já, og þá förum við að stýra umferðinni, kannski frá þeim stöðum þar sem við erum nú þegar búin að byggja upp innviði, þar sem að salernir eru, þar sem að verslanir eru, þar sem að veltan á að skila sér og fólk fyrir að fara eitthvað staðar annar staðar, þar sem að er ekki möguleiki til þess að eyða pening vegna þess að það er jú markmið auðvitað að ná peningum af þessu fólki sem eru á ferðinni. Þannig að sko, þetta með gjaldtökuna, það hefur áhrif og stýrir þessari umferð, þannig að ég held að mann eiga að fara varlega áður en er að gera. Við skulum gefa áhorfendum kost á að spyrja. Ég er eiginlega með 2 spurningar. Það er annars vegar tempóið sem við vorum að tala áðan um nýtingu auðlinda. Að er ferðamennskan ekki orðin svolítið hröð í tempóið akkurat núna í uppbyggingu? Eru búið að gera rannsóknir hvað náttúran þolir? Og svo er hitt Við skulum svara þessari bara. Þetta er eitthvað sem að margir óttast, að við séum, það sé komin ákveðin græðgi að þarna séu peningarnir. Það sé mjög hættulegt að við förum á hratt og það er ákveðin hætta í þessu eins og öðru því þetta er jú mennst allt saman þessi uppbygging. Við byggjum ekki á miklum rannsóknum í ferðaþjónustu. Það hefur mjög lítið verið sett í rannsóknir. Þannig við vitum tiltölulega lítið greinina. Það voru 0,5% á síðustu árum af því sem hefur verið sett í rannsóknir atvinnuveganna af opinberu fé. Það voru 0,5% sem fór í rannsóknir tengdar ferðamennsku. Þannig að þetta þurfum við alltaf að vita en það er líka mjög mikilvægt að sú uppbygging sem að hún sé vönduð. Þannig að við tökum vel á móti og stöndum við þau loforð sem við gefum. Þannig að græðgisvæðingin verði ekki á mikil. En ég held að sé líka mjög mikilvægt og þar kemur Anna Dóra verkefni sem að hún er í, að við komum að samkomulagi hvers konar ferðamennsku við ætlum að vera með á hverjum landið. Anna Dóra er að horfa mikið á Hollandi í þessu mjög spennandi verkefni og þar þurfum við að komast að samkomulagi við aðrar atvinnugreinar
eins og orkugeirann eða annað samstarf og bara landnýtingu á landi, hvernig við ætlum að nýta þetta. Og þarna þarf að eiga sér stað mikil samræða. Þú varst með aðra spurningu. Já, það var eins og Guðbjörg var að tala þarna váfaktorinn. Já. Síðast þegar ég fór á Þingvelli, það voru 8 fullar rútur af góðu fólki viðsvegar á heiminum með myndavélar. Og mér leið bara eins og ég væri í Kringlunni. Hérna, sko, fyrir hverja túrismin eða ferðamennsku í Íslandi. Og hérna, þetta váfaktorinn sem við viljum hafa? Þú ágjörðið að þetta sé orðið of mikið og þetta hætti að verða spennandi. Mér fannst ekkert gaman á Þingvelli, mér þykir vænt staðinn, en þetta voru ekki Þingvellir. Þarna upplifir það sem að þú varst að tala áðan, þennan ótta við að Íslendingar sjálfur fái bara reynilega nóg af túristunum og kannski endurspeglar þetta líka græðgina að við séum svo gráðu í ferðamennum. Þetta fyrir fólk utan á heimi eða þetta fyrir mig sem hef farið þarna reglulega síðan ég var lítil? Getur þetta verið fyrir báða? Já, sko það eru ákveðnir staðir sem þarna kemur inn á þessa stefnumótun. Viljum við selja alla staði eða viljum við taka frá helgireiti fyrir okkur sjálf eins og Þingvelli? Hægt að fara gullna hringinn án þess að koma við á Þingvellin? Hægt að stýra sem gjaldtöku líka? Það önnur leið, en hérna, sko varðandi hversu langt við viljum ganga, það bara spurning sem sagt, hvað viljum við, en þetta líka spurning skipulag, það þurfi ekki allir að fara til Þingvalla, ég held og hljótir að vera að tala sko Þingvallar á mánudagsmolli á milli 10 og 12. Vegna þess að, bæði sko, þetta náttúrulega tvöfaldaðra þegar að skipin á ferðinni, en sem sagt hópferðirnar, þessar skipulegu hópferðir, þær leggjast á Reykjavík á mánudagsmorgni klukkan 9 og fyrsta stopp, Þingvellir. Þannig að þangað streyma allar rútunar og í gamla daga þegar ég var að vinna sem leiðsögumaður, þegar ég var búin að uppgöta þetta eftir nokkra ferðir, þá var mjög auðvelt að forðast þetta. Maður byrjaði bara að fara á Hengilssvæðið eða eitthvað annað, tók þar 2 tíma göngu og svo kom maður upp úr háti á Þingvelli og þá upplifum að Þingvellir eins og þeir eiga að vera. Það bara að setja skilti, varúð ferðamenn og setja það ákveðin tíma. Við verðum að ljúka þetta núna. Það var ein spurning. Já, ein spurning við búin örstutt. Já, ok, takk. Mér langaði bara að spyrja þegar þú segist ekki vilja gjaldtöku inn á svæði. Hvað með bara gjaldtöku fyrir rútur og fjölda ferðamenn en ekki fyrir einstaklinga eins og þeir í Nýja-Sjálandi og ef það ekki gjaldtaka, hvernig á þá samt að fá pening til þess að vernda þessi svæði sem við erum að selja? Já, gjör svo vel. Ég vil alls ekki fara þá leið að taka gjald af þeim sem að ferðast á ákveðin hátt í þessu tilfelli í rútum. Mér finnst ekki nein rök fyrir því að það sé dýrar að taka á móti þeim heldur en þegar það eru margir einstaklingar á ferð. Þannig að mér finnst þetta ekki góð leið til þess að fjármagna uppbygginga á stöðunum. Þannig að ég vil miklu heldur sjá þá leið þarna að það tekið eins og nú þegar gert, það bara tekið skattur af ferðalögum fólks, það skattur í gegnum allt sem að ferðamenn kaupa, hvort sem það bensín eða gisting eða matvara eða hvað það og þessi peningur sem að ferðamenn eru nú þegar að borga í formi skatta á að fara í uppbyggingu, nauðsynlega uppbyggingu á þeim stöðum þar sem að ferðamenn eru að koma. Anna, örstutur okkur. Já, ég ætla bara að bæta það við. Það eru lög eða frumvarp fyrir Alþingi núna sérstakan ferðamannaskatt, gistináttagjald og gjald á flugsæti. Það má segja að þetta sé auðlindagjald sem að ferðaþjónustan á að borga en það er mjög mikilvægt að það fari í uppbyggingunni. Tekum til það. Fari ekki eitthvað annað óskilt. Takk fyrir komuna. Takk ykkur fyrir áhorfendur og áhorfendur heim í stofu eða hvar sem þið eruð annars stödd. Við verðum hér næsta miðvikudag og þá ætlum við að ræða framtíð Íslendinga í menntunarmálum eða menntamálum. Verið sæl.